Já, þetta er honum þjálfari Dalvíkur Reynis, bara hvernig tilfinningin að vera þessu megin við mækin? Það öðruvísi, bara en samt hrikalega spennandi, eitthvað sem hefur kannski blundað í mann í svolítið tíma að fara að prófa þetta, en þetta er kannski svolítið bratt að byrja bara inn í meistaraflokki, kallaðu þetta þjálfa einhver yngri flokk og verið í yngri flokkunum hjá Dalvík í vetur, en að kýla bara á þetta kom upp svona bara fyrir 2 vikur síðan að menn fóru að viðra þessa hugmynd og það var hrökkvað að stökkva og ég bara til ég að bakka mig upp í þessu að kýla á þetta og sjá hvað verður. Hver kom svona fyrst bara upp samt þessu hugmynd að vera bara þjálfari yfir höfuð? Hjá sjálfum mér? Já, maður er náttúrulega búinn að vera blaðamaður síðan 2005 þegar ég byrjaði á miðlunni sem þú ert að vinna fyrir, þannig að það er 19 ára síðan. Þannig ég er búinn að vinna í þessum hluta núna helvíti lengi og svo sem verða áfram að vinna í honum, en við erum svona pæli á maður að fara að dempa sig í þetta, búinn að taka fyrstu 3 stig innan það hjá KSÍ og vera að fara að halda því áfram, en svo bara kom þetta upp núna að bara kýla á þetta almennilega og bara spenntur fyrir því. Dalvík náttúrulega bara búinn að búa núna í 2 eða 1,5 ár og hrikalega flott aðstaða, flott kór af leikmönnum, þannig að þetta er djúplaug, en ég held að þetta sé bara fínn staður að fá tækifæri á og félagið til að treysta á mig, þannig að það var bara að kýla á það eða ekki og ég ákvað að kýla á það. Þú veist, eins og þú segir, fyrir 2 vikum þetta svona viðrað, hvað svona hugsa, hvaða box þarftu að tikka í til þess að segja já við þessu? Fyrsta lagi ég 100% vinnan, ég þurfti bara að tjekka á þeim, þetta í lagi, það kom jákvætt svar þaðan, þannig að menn eru til að vinna í kringum þetta og láta þetta verða veruleika. Konu og 3 börn, í lagi verið meira að heiman en ég hef verið og það var í lagi líka, en ég fæ mikið stuðning þaðan, þannig að og svo bara, þú veist, hef ég einhverja hugmyndir og hugmyndafræðin það hvernig ég vil gera þetta og eftir að melta það svona í einhverja dag og taka bara boltan áfram með stjórninni, þeim sem er í stjórn að gera þetta, þá bara, þú veist, þeir voru til í þetta og þá bara var ekkert annað að gera en að fara í slaginn. Þú líka að vera í kringum þetta lið, vera í stjórn félagsins og svona, það er svona, þekkir hann hópa alveg? Já, ég þekkja mjög vel, bara núna síðustu 2 sumur verið í kringum þetta og eins og þú segir, mjög sérstakt og sennilega svona einstæmi að maður og stjórn sé fenginn í þetta verkefni. Það var bara þannig að á mánudaginn fyrir 2 vikum var stjórnarfundur og nokkru klukkutíma fyrir hann fæ ekki bara skilaboð frá framkvæmdastjórna sem við vorum eitthvað að velta fyrir okkur þessum þjálfara málum, en það voru komin eitthvað 6 vikur frá því að mótið lauk, þannig að hann sendi bara kalt á mig, þú veist, ertu klár í að skoða þetta og ég segi ég er til að kíkja á allt, þannig að það var stjórnarfundur eftir nokkra tíma sem var mjög bannað að mæta á sem að menn fóru yfir þetta og upp úr því bara kom að bara allir í stjórn voru til í að skoða þetta og svo bara verið að kíkja á auðvitað það að ég er reynslulaus og það er svona fór smá tími það að finna balansin á það og móli hérna sem allir Akureyringar þekkja allir að vera í kringum þetta með okkur, vera svona minn mentor hérna fram eftir tímabil og vonandi bara eitthvað lengur, þannig að þá bara, kláraðum bara þetta í gær og skrifum undir og fyrsta æfingu í dag. Voru margir svona, fyrstu mörg skilaboð, einhverjir hissa? Já, alveg pottið, alveg að slatta þeim og svo bara líka margir, þú veist, þjálfara sem maður hefur náttúrulega verið hinum með mækina að tala við, bara ánægði með þetta skrif, bara henda sér í þetta og já, þannig að bara svona, margir hissa og aðrir bara hvetjandi og bara hafa trú á manni. Stoltur eins og þú nefnir að þú ert stoltur að fá þetta traust, en það er náttúrulega alls ekki sjálfgefið að fá þetta traust. Nei, heldur betur ekki og þú veist, ég er núna 34 ára gamall að bara fara í fyrsta meistaraflokkskeppni og það er bara hjá félagi sem var að koma lengi í deildinni. Þú veist, þetta er bara búið mikill uppgangur í þessu félagi eftir að aðstæðan breyttist þannig held ég 2019 eða 20 það sem er fá gerðingarsvöll og það er bara verið uppgangur í yngri flokkum og félagi bara, þú veist, var í 3. deild fyrir, þú veist, það er kannski gleymist stundum að félagi fór upp 2 deildir á 2 árum, þannig að konur núna í 2. deildina og bara mjög stoltur af félagi sér til að veðja á mig og ég það bara núna bretta upp ermar og vinna mikið til að borga tröstið tilbaka. Æfing á, hvernig gekk þetta? Mjög vel, svona kóra af leikmönnum sem við höfum verið með þetta, eins og fleiri lið út á landi búum við það að slatta að leikmönnum er í Reykjavík, en við vorum með 3 leikmenn úr 3. flokki, 2 leikmenn sem voru að ganga upp úr 3. flokki, leikmenn sem voru að ganga upp úr öðrum flokki hjá Þór og Káa sem voru að koma á æfingar, þannig að það er bara furðugóð gæði með fyrstu æfingu þó að svona eldri mennirnir hafi vissulega verið fannir að blása aðeins undir restina. Þetta mótið byrjar ekki fyrir í maí sennilega, hvernig svona leggst það í þig, hvað viljið þið gera? Við þurfum bara, þú veist, við erum að koma niður lengjadöldinni, við viljum bara vera í efri helmingi deildarinnar. Bara þau skilaboð sem ég fékk núna á fundið þegar við vorum að klára þetta, hvað ætti að vera að gera.
og svo bara þú veist, þurfum að meta stöðuna fyrir mót hvort við pinpointum eitthvað sæti eða hvað en ég meina Dalvík á bara að vera þannig lið í annarri deildinni að við höfum að fara í alla leiki til þess að vinna og nú er ég farin í þjálfara klisjurnar sem ég þoli ekki sjálfur en þú veist bara í allan og leggur upp með það bara núna eftir fyrstu æfingu að menn hugsi þannig að þú veist við vorum í þessari deild hérna fyrir 18 mánuðum síðan og það var ekkert eðlilega gaman fórum á þvílíkt rönn í þessari deild og þannig að þetta er svona bara síðustu árið svona momentum deild hvað liðin er að halda momenti og kannski hitta á momenti á réttum tíma til að fara upp þannig að við bara sjáum hvað við stöndum í apríl og ætlum bara að gera þetta eins vel og við getum og þá er ekki hægt að kvarta við neinu. En svo nefndir, þú flyttur hérna norður fyrir hvað tæpum 2 árum, hvernig er það að fíla þig hérna? Þetta er bara furðu gott og eiginlega miklu betur en ég þorði að vona þetta eins og ég nefndi á hann með 3 börn frá 7 ára og niður þannig að það er fleiri klukkutímar í sólarhringnum fyrir sjálfa mig. Þú veist, ég get sinnt sjálfum mig betur og farið í ræktina oftar og gert hluti sem ég var kannski fastur í bíl í Reykjavík að gera, þú veist, þannig að ég get klálega mælt með þessu fyrir bara alla, þú veist, þetta er bara, það er lífsgæði að búa út á landi og sérstaklega út með börn, sko. Það er líka alltaf frábært. Nei, það er reyndar alveg, þríðhauðin er farin að stækka of mikið við það að móka alltaf, en þú veist, þetta er bara hluta þessu, minna, og það var eitthvað sem ég var mjög svona smeykum, það er bara vanur roki og rigningu og slíku, en börnin eru komin á skíði, þannig að þú fær bara eitthvað annað með því og svo segja þær að sumurinn séu hvergi betur en hérna en ég reynda fann það ekki alveg í sumar. Bara takk fyrir þetta og til hamingju með starfið. Takk fyrir að verða.